Komið blessuð og sæl, enn og aftur heilsum við ykkur héðan að sunnan og núna úr Svavasafninu á Höfn í Hornafirði, safninu sem er tileinkað minningu Svavars Guðnasonar listmálara. Hér stendur nú yfir ljósmyndasýningin Sögur, þar sýnir Sigurður Mar Halldórsson 21 ljósmynd eftir sjálfan sig sem hver og ein segir sína sögu. Það er alveg óhætt að segja það að menningarlíf hér á Höfn standi með miklum blóma og nú er nýlokið sýningum Hollfiska skemmtifélagsins á dagskrá sem að kallaðist Þannig týnist tíminn. Við ætlum að kynnast þessu skemmtilega félagi hér rétt á eftir. Við heimsækjum líka Konubókastofu á Eyrarbakka en Konubókastofa er safn þar sem finna má margvísleg ritverk íslenskra kvenna. En við byrjum á elsta gistiheimili landsins sem var reist í Vík fyrir rúmum 100 árum. Í janúar tók lítið fjölskyldufyrirtæki við rekstri Hótel Lunda í Vík og þar með einnig við elsta gistihúsi landsins sem var byggt fyrir rúmum 100 árum og hefur alla tíð hýst ferðalanga frá öllum heimshornum. Og þeir hafa líklega aldrei verið fleiri en í ár. Ekki hugmynd. Það er búið að vera helviti mikið. Þetta eru 22 herbergi hérna á hótelinu, svo eru með 11 herbergi hérna á hostelinu og svo eru 2 íbúðir. 3 ár. Þannig að það verður gaman að fara að leggja saman tölur í lok ársins. Það var alveg áhugavert að sjá það. Þetta er líka búið að vera eins og október á að vera dauðatíminn, en október var að mestu lítið fullbókaði líka. En það er núna nóvember, hann er aðeins rólegur. En það er samt sem að fullt af fólki. Mjög fullt af fólki. Og þegar ég segi rólegur þá náttúrulega er ég með að segja það að það er ekki rólegt, en það er rólegra. Anna, systir Unnar, er menntuð í ferðamálafræðum en saman standa þær systur vaktina og staðurinn er þeim kær. Pabbi er hérna. Hann er alveg alveg upp hérna frá barnsbeini. Og maður var hérna líka mikið sem krakkar og kom maður hingað. Og bjóð fyrir norðan og Raufarhöfn. Og svo stundum skrapp maður bara helgar yfir Sprengjasand og komið með Víkina. Þannig aðeins pínigjaðu ekki. Þannig að þetta hefur alltaf verið svona kannski pínlítið ævintýri að vera í Vík. Já, ég meina þetta er alltaf þannig staður. Þetta er svona mjög fallegt og rólegur staður. Og maður hefur náttúrulega mikið af fjölskyldu hérna. Þannig að það var, eins og það var aldrei plan, ég ætlaði aldrei að koma hingað sko, en svo að byrja sko þegar Anna kom hingað í janúar, þá bjó ég út í Svíþjóð og þau voru náttúrulega að plana fyrir sumarið, þá myndi náttúrulega vera brjálað, það mátti bara fyrir starfsfólk og vantaði líka aðeins til að vera á móti systur minni líka sko. Þá fór hún einmitt að tuðið mér að koma og hjálpa, en ég kom bara og tók kallinn með mér og voru með henni í sumar. Og hvernig er þetta búið að vera? Brjálað. Bara búið að vera brjálað. Sérstaklega í sumar. Það var bara fullt bókað hvernig minnstu degi. Það kom varla dagur þar sem var kannski eitthvað laust, sko. Og mikið það kom mikið óvart hvað mikið bara walk-in, eða bara fólk á götunni. Stundum komið dagar þar sem kom svona, 5 mismunandi manneskjur að leita herbergi og maður bara, sorry, það er allt fullt. Og ég vel allt fullt í dalnum, sko. Þannig að þetta er orðið alltaf brjálað, hvað þetta er orðið mikil túrismi hérna. Þetta er miklu meira jákvætt heldur en neikvætt. Ég meina þetta er náttúrulega bara mikil atvinna og mikil peningaflæði fyrir efnahaginn. Þannig að það er náttúrulega, en auðvitað, þetta er svo mikið flæði af fólki að það kemur alltaf einhver svona inn á milli sem að manni líkar ekkert vel við. En þá er það aðalega eins og kamperan er aðalega sko. Þeir náttúrulega fara og við lenti því að einu sinni var bara, það er alltaf opið hérna frammi. Þannig að fólk getur alltaf komið í móttökuna og farið í símann og haft samband við okkur eða að leita herbergi. Og starfsfólk er bara upp að þrífa og svo kemur stelpan sem er að þrífa og kemur einu hurðin sem er læst. En það var búið að opna herbergin, allir búin að tékka út. Þá hafði einhver komið út á götunni, labbað inn, læst hurðinni, farið í sturtu og svo bara farið. Og fannst það bara fullkomlega eðlilegt? Ég meina, þetta er líka gert mikið með hostelið sko. Því áður fyrr
þá var kannski hurðin opin eða fer einhver og tekkar inn og tekur úr lás þótt það séu með lykil. Og þá kemur fólk bara út á götinu og fer inn og fer í eldhúsið og fer í sturtu og þannig að það er ekki oft. Það er ekki mikið fólk gerir þetta, en þetta þú veist, kannski kamperfólki sem gerir svona, alltaf að leita að ódýrasta eða við höfum fengið fólk sem á bílastæðin hérna og að reyna að tappa inn á netið, þú veist, en það náttúrulega bara fyrir gestina eða viðskiptavini hérna á barnum. Þannig að maður þarf að hafa bein í nefinu ef maður er hótelstjóri? Já, allan eitthvað. Aðeins smá kannski. Þú ætlaðir að koma hérna og vera inn í sumar bara. Nú nóvember fyrir hann að verða búinn og bara desember framöndan og þú enn. Já, maður festist eiginlega bara aðeins. Þetta er náttúrulega bara svo mikið og sérst minni vantaði bara hjálp. Þannig að maður gat eiginlega ekki farið. En það er planið að vera út í desember allavega. Kannski í janúar, það er ekki ennþá búið að hvað, það kemur ljós. Og það er ekki verið neitt vandamál fyrir því að fá húsnæði hérna? Nei, ég bara fæ að búa hjá afa, gamla. Hann hefur bara fínt, gaman af því, kallinn. Hvernig sambúð er það? Það er bara heldur fínt. Er það ekki? Jú. Maður kemur alltaf á kvöldin eftir vinnu og fer maður út til af og spjallar aðeins og horfir á sjónvarpið. Þannig að það er alltaf einhver félagskapur. Þannig að það er fínt. Já, hann hefur ekkert mótið heldur. En þú ert listmálari, er það ekki? Jú. Ég geri það í frístundinni og fer ég að mála. Ef ég hef einhver frítíma. En hefur haft einhver tíma til að mála hérna eftir að þú komst? Í sumar, nei. Þá var það bara, maður var vinnandi bara allan tíman. Þótt maður var ekki á vakt, þá var maður samt alltaf hérna að dundast eitthvað að gera og hjálpa til. En það er búið að vera aðeins meiri tíma núna. Man, þetta er aðeins að gerast. En þú ert búin að ná einni sýningu samt, eða ekki? Jú, við vorum með eina sýningu hérna, ég og mamma saman á Rebbáinu. Og það bara gekk aðeinslega vel. Það var alveg, vorum svo með, opnuna á kvöldi eftir opnunarhátíðina og svo vorum við, daginn eftir líka á laugardeginum opið. Og það var alveg, yfir þessa 2 daga, þá var þetta hátt í 170-200 manns sem kom og kíktu við hjá okkur. Og þetta er mjög óvenjulegur sýningarsalur? Já, þetta er bara gömul smurstuð. Og þetta er braggi, en svo er hérna búið að byggja yfir hann, þannig að það sést ekki, sem er vísu pínu leðilegt. Heldur þú færri eitthvað aftur? Já, hann er planið mitt. Kallinn er náttúrulega í bænum að læra og það er náttúrulega planið á mér náttúrulega að fara og finna, þetta er kannski ekki alveg það sem ég ætlaði mér í framtíðinni hjá mér, sko, að vera í túrismanum. Það er ekki alveg mitt, sko, ekki fyrir mig. Allt í lagi svona í smá tíma til að hjálpa til, en nú þarf ég bara að fara að halda áfram. Og halda áfram hvert? Hvað ætlarðu að gera? Þeir eru verið stór? Þeir eru verið stór. Það er stóra spurningin. Ég er ekki ennþá búin að ákveða, sko. Ég er ennþá bara að leita að því sem ég vil gera. Ég náttúrulega lærður tölvugrafískur listamaður, en það er svona ekkert eitthvað of mikil vinna í þeim geira hérna heima. Ég segi bara gangið vel og takk fyrir að taka á móti okkur og ég segi gangið vel hvert þú ferð. Takk hérlega fyrir það. Bara takk fyrir komuna. Rannveig Anna Jónsdóttir tók brosandi á móti okkur í Konubókastofunni sem er að finna á Eyrarbakka. Konubókastofa er safn sem hefur það markmið að halda til haga þeim ritverkum sem íslenskar konur hafa skrifað. Rannveig Anna er stofnandi safnsins en upphafið rekur hún norður í Húnavatnssýslu. Ég ólst upp í Vatnsdalnum með alveg þvílíka kvenskörunga og það var rosalega mikið lesið. Og fór síðan bara áfram í lífinu í bókmenntafræði háskólanum, þar sem ég kynntist Helgu Kress og fleiri konur sem eru líka skörungar. Svo settust við að hér, ég og maðurinn minn, og við fórum í ferðalag til Englands 2008. Og allan veturinn var ég svona grúska hvað við ættum að fara að skoða. Og þá sá ég svona safn þar. Og þangað fórum við. Þannig að það er kveikjan aðeins öllu saman? Já, það er öðruvísi, sko. Það er bara eitt herbyggi inn í húsi sem bróðurinn Dín Austin átti. Og það er bara opið 2 viku.
Já, þetta er bara í einu herbyggi og þar eru yngstu bækurnar frá cirka 1800. En þú veist, ég var bara heilsjúk og byrjaði að safna bókunum þegar ég kom heim og það spurðist út. Og ég á heima í 80 fermetrum, þannig að þetta var að taka svolítið pláss. Þannig að þú byrjar með þetta heima hjá þér? Já, en það var ekki tækt að koma að skoða þar, sko. Þar safnaði ég þessu bara. Og ég sagði alltaf, ég ætla að gera þetta safni. Kom húnverska þrjóskan með mér. Og það tókst? Já, og hún er þarna ennþá því ég ætla að fá hús. En það er svolítið merkilegu dagur í dag. Má ekki segja það að þú sért komin í ákveðna útrás? Jú. Frá og með deginum í dag? Ekkert smá gaman. Sveitarfélag, bæjarstjórnin Árborg var svo yndisleg að ákveða að leyfa Konubókastofu nota líka herbygginn á hliðina og þá stækkar plássið meir en helming. Og í framhaldinu af því þá ætlum við bara að setja upp svona alvöru sýningu. Þannig að fólk getur komið fræðst höfundan okkar og verkin þeirra, bæði á ensku og íslensku. Að það kom fólk hérna frá Ástralíu í sumar. Fólk sem er ofsalega mikið inni í bókmenntaheiminum. Og svona fullari maður og hann stóði hérna inni alveg. Hann var dolfallinn. Er þetta allt eftir íslenskar konur? Og svo sagði að ég er ekkert viss að sé 100% rétt hjá honum. Hann sagði, veistu það, ég er ekki viss að höfundarnir okkar myndi taka allt þetta pláss. Kvenhöfundarnir þeirra. Þannig að við kannski stöndum bara ágætlega þrátt fyrir allt. Miðað við það sem hann segir. En hvernig gekk þér að fá bækur? Sko þetta spurðist ótrúlega fljótt út. Ég hef ekki keypt nema kannski eina. Og það var bara því hún var svo gömul og ég var viss ég fengi henni ekki annars staðar. En vantar þig eitthvað? Já, 9 bækurnar. Og auðvitað innan í skiljiði. En ég hef ekkert verið að semja við bókaforlegin af því að plássið var svo lítið. Þannig að áherslan hefur verið meira að ná í gamla efnið. En elsta bókin þín? Hún er hér. Hvaða bók er þetta? Þetta er handavinnubók. Fyrsta handavinnubókin sem var gefin út á Íslandi. Og hún heitir svo mikið sem Leiðarvísir til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir. Og síðan 1886. Þetta er sem sagt Kvennablaðið fyrsta sem Bríet gerði. Og auðvitað er það náttúrulega gullmúl hjá mér sko, því ég man að því hún sko fæddi Vastal. Hún Bríet. Já. Þannig að hún á vel heima hér? Já, og Halldóra Bjarnadóttir líka. Það er líka verk eftir hana hér. Heldur það verið meiri skörungar í Húnavatnssýslunum heldur en svona gerist ekki ykkur? Nú var ég rekin á Suðurlandinu. Já. Nei, auðvitað það var verið út um allt. Eftir að þetta hætti þá kom nýtt kvennablað sem er sko frá 40 til 67 og svo núna Kvennablaðið sem að hún Steinunn Ólína með á netinu, hún náttúrulega afkomandi Bríetar og þú veist, þetta er rosalega margt búið að breyta, það er samt gaman að fletta þessu, það er svo margt eins. En Kvennafræðarinn, þetta er svona títill sem að þekkir. Já. Er þetta kjötsnúðar? Er þetta sem sagt, þetta er ekki kynlífsbók? Nei, þetta er sko en sko það kemur alls konar umherða og þvo herbyggi og taka til og svona rétt aðeins snertir þessu umræðu sko. En ég var rosalega hissa og náttúrulega svolítið erfitt fyrir svona voðalega feminista eins og mig að taka kvennafræðin upp og fá vöfflu við skrift, þú veist. Alla bækur eru skráðar. Og við erum með svona tvöfaldarskráningu. Einn sem er inn á heimasíðu Konubókastofu og þá geta allir farið inn og séð hvað er til og þá leið hvað vantar. Og síðan erum við með okkar eigin skráningu og þar erum við með hverju gáfu þær og ef þær eru svona áritaðar.
Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég vona Gerður Kristný var ekki sár yfir ég sé sýna Nei, til Brynhildar með kærri kveðju Gerður Kristný. PS, lofa að læsa mikið úti aftur miðjan nótt. Þyrstum við eiginlega að fá sögun á baka þessa. Já. Þetta er næturævintýri. Ég er að fá hana bara í heimsókn. Ég vil sjá þetta fara þannig að þetta verði svona fræðasetur. Það sem að vera herbyggi, ég er með ákveð hús í huga sko, það sem eru herbyggi uppi fyrir fræðimenn og rithöfundar sem geta komið og búið. Og síðan verði svona stór sýning á aðalhæðinni þar sem hægt að sökkva sig inn í bæði með því að sitja og skoða. Og eins líka fræðast söguna, bækurnar, höfundana og allt svoleiðis. Og er langt í þetta hús, heldur þú? Heldur það nokkuð? Nei, er það nokkuð? En sko núna, því að núna förum við að hafa meira pláss, þá förum við að útbúa dagskrá fyrir hópa sem er hægt að panta það fyrir fram. Og við gerum örugglega fyrst dagskrá fyrir erlenda gesti. Nú er nýlokið sýningum á árlegri dagskrá Hornfiska skemmtifélagsins sem að þessu sinni hét Þannig týnist tíminn. Sýningarnar hafa frá upphafi verið á Hótel Höfn og hafa laðað að sér fjölda gesta bæði af Suður- og Austurlandi. Sýningin í ár var engin undantekning og 20 manns unnu að henni á einn eða annan hátt. Hornfiska skemmtifélagið var heldur til þannig að við vorum 2 félagar að keyra, ef ég man rétt, austan að Héraði, ég og Sigurður Mar, félagi minn. Og þá fæddist þessi hugmynd, hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað sjó, eitthvað dagskrá, með einhverju tónlist og eitthvað. Og þegar við vorum konir heim til Hafnar, þá var hugmyndin orðin svo mögnuð að við fórum og hittum Kristínu Gestsdóttur, leikstjóra og með meiru. Og fengum hann í lið með okkur og þannig bara fór þetta af stað. Svo fórum við bara að búa til prógram og æfa og finna fólk. Ég flutti hingað fyrir 1,5 ári síðan og ákvað það með manninu mínum að við ætluðum að búa hér og við keyptum okkur hús hér. Og þegar maður flytur í svona lítið samfélag að þá er svo mikilvægt að koma sér inn í það með öllum ráðum. Og ég byrjaði í kvennakórnum og færðist svo hingað í rauninni þaðan út af því að í kvennakórnum eru söngkonur sem hafa tekið þátt í sýningum hér og þær töluðu þannig þetta að þetta væri bara það skemmtilegasta sem þær gerðu. Og ég missti af sýningunni í fyrra en sagði ég verð að fara næst en svo bara ákvað ég að vera með og mætti á fund síðastliðið vor hjá Hornfiska skemmtifélaginu og það sem var ákveðið að hafa þessa sýningu og vera svona aðtög hvort að maður hefði áhuga og ég hafði áhuga og fekk að vera með. Og varstu búin að vera að syngja eitthvað og leika áður? Já, ég er svona eðlisfari svolítið athyglisjúk og hef tekið þátt í mörgum leiksýningum í framhaldsskólum sem ég hef verið í 2 og kórum frá því ég var í 1. bekk og mér vantaði svona útrás þegar ég kom hingað þannig að ég fór í kvennakórinn og svo í þetta. Það er alltaf eitthvað svona ákveðið þema sem við tökum tímabil, stundum erum við með, eins og núna er þemað íslensk tónlist í 50 ár og það er tengt 50 ára afmæli hótelsins, þannig er þemað núna. Og þetta er allavega, stundum eru einhverjir leikþættir inn í þessu, einhver söguþráður, það er allur gangur á því. Við reynum kannski að hafa þetta eitthvað fjölbreytt. Er þetta þá saga gesta hér á Hótel Höfn í 50 ár eða hvað?
Já, það kemur aðeins hérna, það kom aðeins sögur af gestum hérna, já, og við erum með hérna núna aðeins skemmtilega karaktera hérna sem heita hérna Dósi og Dúna sem eru kynnar og svona segja ýmislegt skemmtilegt hérna sem að tengist þessu. Ég var líka svo ljótt barn að þegar mamma var að gefa mér á brjóst þá gaf hún mér í gegnum röð. Og svo var hún með morgunógleði eftir að ég fæddist. Já. Og var þetta svona eins og konurnar í kvennakórnum sögðu þér, skemmtilegast í heimi? Alveg, algjörlega. Ég sé ekki eftir neinu, ekki eftir neinu kvöldi sem maður fer í þetta, ekki neinu helgi og að vísu þú veist, maður er bundinn náttúrulega hér, alveg í 1-2 mánuði, allar helgar og öll kvöld og það skipti engu máli. Þetta var algjörlega sverið. Og hvað ertu að syngja? Ég er að syngja sjálf lag sem heitir Sem lindin tær og svo syng ég dúett með strák sem heitir Ágúst Elvason og við syngjum saman Bíddu við. Og svo er ég bakrödd í mörgum öðrum lögum. Hefur aldrei verið vandamál að manna þetta? Nei, það hefur aldrei verið vandamál og hérna yfirleitt eru kannski einhverjir svona 2-3 söngvarar sem ekki kannski komast að því að hérna, við höfum ekki viljað hafa þetta alveg ótakmarkaðan fjölda fólki og það verður auðvitað erfiðara að halda utan og minna fyrir hvernig við erum að gera þannig að við erum svona alltaf að stilla þetta aðeins af og hérna, já, reyna að hafa góðan hóp og passlega stóran. Þekkturðu vel í íslenska dægurtónlist? Já, mjög vel. Og þekkti öll lögin sem að koma á listanum og við fengum að prófa okkur áfram með lögin og svo bara völdu þeir þau lög sem að þeim, þeir, þá meina ég Heiðar og Júlíus, sem að völdu þau lög sem að þeim fannst passa okkur best og það voru allir bara sáttir við það sem að fengu lög. Viltu gefa okkur smá tóndæmi? Ó, hve gott á lítil lind. Er það ekki svoleiðis? Á ég að syngja núna? Er það ekki bara mjög vel við hæfi svona efstum á botni? Jú, ég get reynt það. Bara svona 2 fyrstu línurnar eða eitthvað svoleiðis? Ó, hve gott á lítil lind, leika frjálst hlíð og dal. Líða áfram létt sem alltaf nýja mynd, hvísla ljóða grænni grein. Þetta er 15. árið núna, þannig að þetta byrjaði 2002, var fyrsta sýningin og við náðum að halda þessu svona í þennan tíma, 15 ár. Og aðsóknin alltaf jafn góð? Já, alltaf bara mjög svipuð, þetta er svo skrítið, þetta er einhvern veginn svona koncept sem að fór bara á stað, virkaði og hefur einhvern veginn haldist svona þannig bara allan tíman, alltaf fullt, meira og minna og svona bara góð stemming og þetta virkar bara einhvern veginn. Þarna er hún Rabbabararúna, þarna er hún Rabbabararúna, þarna er hún Rabbabararúna, rosa fía er hún. Nú er þetta búið í ár, hvenær hefjist þið svo handa fyrir næsta ár? Það er ómögulegt að segja sko, ég segi nú alltaf við tökum bara 1 ár í einu og en yfirleitt erum við að svona leggja kannski línurnar að vori og höfum síðan sumarið til þess að láta þetta gerðast í hausnum á okkur, við kannski erum búin að leggja eitthvað þema og svona pikka út einhver lög og svona að vori, förum svo inn í sumarið og förum svo fullt kannski svona í byrjun ágúst að undirbúa pæla, byrjum að æfa loka ágúst, eitthvað svoleiðis. Þannig er yfirleitt ferlið. Og allir náttúrulega sáttir og sælir í Hornfiska skemmtifélaginu? Ég veit ekki annað sko, Þetta er alltaf gríðarlega skemmtilegt og góður andi, mikið fjör og verður til svona
lokal húmor í hópnum og það bara gríðarleg stemming í hópnum og ég vona að hún smitist út til fólksins sem kemur að horfa á okkur. Og vaka gæti bæði dag og nætur, á öllu skyldi kveða, móðu munað ást og trú, sem aldrei bregst en hugga lætur. Já, ef ég mætti